Komið sæl áhorfendur góður, við erum á ferð landið eldhúsmeistarana. Við erum með fróðleik, við erum með skemmtunum með afþreyingu og þetta fróðleikur núna sem mér alltaf langar til að tala við mann sem að reykja, taðreykja. Það ekki orðið algengt í dag. Náðu að tala af honum, hérna bara beðið hann að kynna sig sjálfa. Nafnið þitt Gylfi Ingvarsson. Já. Og þú ert mývetningur í húð og hár. Já, alveg ekta. Það bara fættist hérna í skaflinu fyrir utan. Já, það var nú reyndar ekki skafl þá, það var nú í september, en ég fættist hérna, já. Heima? Nei, reyndar ekki, já, Húsavík. Ég segi ekkert sérstaklega frá því. Nei, það var eitt sem við töluðum við. Hún lág svo mikið á og hann fættist bara í skaflinu hérna fyrir utan. Og hann leið alltaf vel í óveðrinu. Þegar hann fættist í skafli, það þurfti að fá skíðamann til að ná í ljósmóðurina og græðuna til að bjarga honum. En þú ert sérstætt orginal mývetningur. Já. Og í allar ættir. Já, og svo til. Svo til. Já. Heyrðu, hann sagði mér líka, já, hérna, frændiðinn hérna, oddvitinn, þetta var svo skemmtilegt nafn, hann sagði þetta væri sel, hann sagði það var eitthvað að blanda norðmönnum. Þú ert ekkert blandaður í norðmenn? Nei, ég er ekkert blandaður. Þú slappst við það? Alveg slapp við það. Ég verði þá frekar að játa það að móðir mín var úr Skilmannahreppi, þannig að ég er ættaður frá Skaganum og þar í kring. Heyrðu, það er ekki alveg svakalegt? Nei. Skagamenn, það er Akranesi? Já. Það er líka landsbyggðin. Það er rétt. Og stefnum, heyrðu, mér langar eiginlega að byrja á byrjuninni, sko, þegar ég spurði þig aðeins þetta, hvernig hérna svona fer fram. Þú ert að reykja upp á gamla mótan. Geturðu farið svona aðeins yfir ferlir, hvar þú nærið hráefnið og hvernig þú gerir þetta? Bara ræðu takk. Já, sko, ég reyni að halda alveg í gamla aðferðina frá A til Ö nema ég bæti við vakúmpakningu í lokin, þannig að þá er þetta miklu meðfærilegra. Og helst betur? Já, helst miklu betur og svoleiðis. Og hérna, upphaflega, ég lærði náttúrulega iðnina eftir föður minn og bræður hans, þá var bara veitt hérna í Mývatni og reykt. Svo tók ég við þessu fyrir 30 árum síðan og þá var nú svona farið að minnka silungur í Mývatni og ekki orðið eins mikið framboð að því. Og þá voru að byrja að rísa á Íslandi fiskeldisstöðvar og þá, þegar þeir voru að reykja, þá var það alltaf hlé yfir haustið og veturinn því að það var ekkert veitt yfir hrygningatíman. Þannig að það var ekki stöðugt framboð að silungi. En þarna fyrir 30 árin þegar ég tek við að þá erum við að fara að kaupa eldisfisk til þess að hafa alltaf framboð allt árið. Nú og svo... Á hvað árum að þetta þá byrja? Þetta er 86-7 sem að ég tek við. Já, og byrjar þá strax á þessum eldisfiski? Já, að hluta til. Að hluta til. Og þá líka mjög að minnka veiðin í Mývatni og þá fer ég líka að taka að mér að reykja fyrir veiðimenn, bæði sportveiðimenn, lax og silung. Og í Mývatni þá sagður mér líka að það væri bara friðar hreinlega, það bara örfá nett, er það ekki rétt? Jú, síðustu 5 árin hefur verið mjög strangar friðanir. Það var bara eiginlega, bleikjustofnin var nánast alveg komið niður í ekki neitt. Já. Og það varð að gera eitthvað mjög róttækt og við höfum friðað stofninn nokkuð mikið hér bil alveg í 5 ár og hann nú svona að byrja að snúa við og rétt úr sér, þannig vonandi. Er það hægt að hjálpa til við eitthvað svoleiðis? Gefa þeim æti eða hjálpa þeim eitthvað til að þetta náttúrulega svo mikil menning í þessu að halda þessu lifandi? Já, sko það nú ekki að gefa þeim æti í Mývatni, það fellur, ef allt í lagi í Mývatni þá fellur þá fellur alveg nóg til, en það hafa komið skelfilega sveiflur í vatnið og þegar að vestu áföllin dynja yfir að þá drafst bara stór hluti af stofninum og í nútíma... Þá út af fæðuleysi eða einhver öðru? Já, það er fæðuleysi fyrst og fremst. Og með nútíma tækjabúnaði, bátum og utanborðsmótorum og veiðnum netjum að þá var engin vandi
að halda fiskistofninu niður í nánast engu þegar hann var hruninn á annað borð. Og menn pössuðu sig bara ekkert á þessu og sóttu allt og fast í þetta. En þá var náttúrulega ekkert annað að gera en að bara vera með eldisfisk líka. Hann er aldrei eins góður en... Nei. Hann er misgóður, hann er góður matur og þeir segja mér frá þeir að eftir sem hann fá að vaksa lengur og í kaldara í vatni, þá er hann þéttari. Já, það er alveg spursmálslaust og hérna. Það er líka gríðarlega mikils virði að hann sé sveltur í nokkra daga áður en lófan. Ef þeir eru að ala hann alveg fram á síðasta dag, þá er bara hreinlega lýsbragð á hann. Já. En ef hann er rétt meðhandlaður, þá getur hann orðið nánast mjög góður. Og er hann svona rauður og fallegur eins og þarna villi silungurinn? Það kemur ekkert í staðinn fyrir hann, þú getur ekki sett mér annað. Nei, það kemur náttúrulega ekkert í staðinn fyrir vildasilungin, en eldisfiskurinn, já, regnbogasilungurinn, hann er bara 100% rauður yfirleitt því að honum er bara gefin litarefni, já, mulin, rækjuskil og eitthvað svona til þess að þá verður hann bara alltaf rauður. En sá vildi... Mulin, rækjuskil, þá er þetta organic fóður, þá er þetta ekkert svona fake eða hvað? Nei, það á ekki að vera neitt svoleiðis í málinu, sko. Nei, þá er þetta bara fínu lagi. Já, ég heldur ekki að segja að þetta sé ólagi. Nei, ég er bara að fræðast þetta og áhorfendur líka því að ég held bara hreinlega að væri bara sett okkur litarefni í þetta og líka, sko, það er oft með matarislu að menn er að setja bara litarefni í þetta sem eru ekki holl, við vitum það, menn er að setja litarefni í hrogn og að því svo þetta lúkki betur á diski og svona, sko, en sko, ég vil náttúrulega, það er alltaf bestið að vera hægt að hafa þetta svona bara sem mest organic eða bara dæmið, en það má alveg hjálpa til að eins og rækjuskilin, þetta er bara ekkert annað en efni. Já, ég er alveg hjartanlega sammálaður í þessu, sko, en það er svolítið sérstakt, sko, viltifiskurinn, hann á það til að vera ljós líka, hann getur verið alveg jafn góður. En er það þá út að hann sé bara eitthvað í honum bara kynnin Já, sko að hluta... Ég hef séð þetta líka, þetta kemur alltaf eitt svona. Hluta til þetta líka hvað hann er að éta. Já. Að ef hann kemst í krabbadýra þá verður hann rauður, en ef hann er að éta hottsíli eða síli þá er hann oft hvítur eða gulur. Og þá á þeim svæðum kannski það sem menn er veitir, þá er hann svoleiðis. Já, og hérna það er svo sérstakt. Eins og þetta árindu, nú er ég búinn að læra þetta. Þess vegna er svona gaman að taka upp svona þætti því að þetta var ég oft búinn að brjóta, hvað er hann stundur svona hvítur? Þannig er komin hérna skýring og hann var einmitt viltur líka. Hann er viltur, hann er hvítur. Þetta er skýringin. Já. Og hérna, ef að þú leggur 2 flök fyrir Íslending og annað er rautt og hitt er hvítt og hann ætlar að kaupa hjá þér, þá kaupir hann rauðaflæki. Það er ekki spurning. Það er bara 100%. Og manni finnst að vera meira svona aðlaðandi. Fyrstu skinnfærin eru augun. Já, en svo ef þú leggur þetta fyrir útlending, þá eru alveg jafn mikla líkur á að hann taki hvítafiskinn, af því að hann bara þekkir ekki rauða. Ég er búinn að smakka oft silung út í löndum þegar ég hefur verið á skíðum og Ítalíu, Ástralíu, Austurríki, sko, og mér finnst ekkert varið í hann, sko, því maður er náttúrulega vanur miklu betra hráefni. Hann er miklu lausari í sér og þá er þeir að flýta. Þetta er líka miklu stærri markasvæði, skilurðu. Ég líki honum mikið saman og líka eins og hérna eldisstöðar hérna, þær eru með mjög vandaðan silung. Já, þeim fer alltaf fram hérna og þeir eru alltaf að verða betri og betri hérna. Svo erum við Íslendingar, allt best í okkur. Já, það er náttúrulega ekki spurning og svo toppurinn af því eru mjöðningar, allt best á þeim líka. Já, sko, loksins fekk ég eitthvað. Nú fekk ég alveg mjöðning, sko. Já, þeir eru bestir og þeir hafa verið frægir þetta og hver á ekki að hæla sjálfur sér nema maður sjálfur, það er ekki takt öðru sí. Nei, það er mitt þannig. Ég hef verið að gorta með því, ég er nefnilega með smá blóð í mér, já, ættir að reykja hérna, þess vegna er ég svona ánægð með mig líka. Ég fengi þetta hérðan. Já, ég var einmitt að pæla í hvað væri nú eiginlega flottur í þessu.
En við vorum komin í hérna, núna, þú varst að segja mig líka hérna með, þú var að fá frá veiðumönnum. Það var orðin bara ansi stór partur hjá þér. Já. Og það bæði lax og silungur? Já. Það reyndar hefur nú minnkað með laxinn að því að menn eru farin að sleppa svo miklu og mega nú alls ekki drepa stórlaxinn en það kemur alltaf þó svolítið af smálaxi í reyk og þetta sko ef menn komast á bragðið þá senda þeir ár eftir ár sko og þeir vinna það alveg til að senda sunnan úr Reykjavík, silung hérna norðurláta Reykjavík og fá hann aftur sendan suður þó að sé kannski næstum stýrt að flytja hann báða leiðir eins og Reykjavík. Og svo það alveg þrældyrt að gera. Þetta dýr og sko bara menn að senda þú veist mörg kíló og svo bara borga þeir alveg haug fyrir þetta menna en sko hann náttúrulega minnkar það beinin úr þessu tekin og svo minnkar hann í saltinu og myrkar hann í reykingu. Menna þetta er svona en þetta munað að vara. Þetta er salkjara og lúxusvara. Það er svona þumalputa regla að ef þú veiðir 3 kíló upp úr vatni þá færðu 1 kíló reykt. Já, er það þó samt svona mikið? Já, það er nálægt því. Ég held að það væri minna. Já, það getur orðið minna, sko. Ef þú veiðir náttúrulega leginn lax að hausti til hrygnu, þá getur þú fengið bara 1/5 tilbaka eða eitthvað svoleiðis. Hún er orðin svo búin að leggja svo mikið í. En veistu hvernig þetta er með harfiskinn? Já. Þú veist það? Sko, þegar ég var að byrja í þessu 86 þá var mjög svipað verð á reyktum silungi og harfiski. Já, en sko, nú er þrefaldur verðmunur á þessu. Og hann er sér dýrari? Harfiskurinn er 3 sinnum dýrari en reykt silungi. Það er 1 tonn af harfiski og 6 kíló af, það er 6% nýting. Þetta er meiri nýting úr silungnum. Já, enda þurrkum var náttúrulega ekki eins nálægt í eins svakalega sko. Nei, og þeir segja þetta, þetta er kíló, það er bara 5, 6, 7, 8 þúsund sko. Og hvað, 3, 4, 5 þúsund hérna heilsalan á silungunum? Já, milli 3 og 4 og það fer eftir svona, Heyrðu, ok, við erum konið hérna, þetta er skemmtilegar umræður, heyrðu, þú færð þann hérna, og svo farið hinn og svo vinnur þú þetta allt sjálfur, hann flakar þetta allt saman og hreinsar þetta, ég kom á aðra emitt, við ætlum að sýna myndir af því, þú gerir þetta allt sjálfur, þetta er enga vélar? Það er enga vélar, ekki nema bara vakuumpökunarvélin í lokin. Þetta er allt gert í höndunum, fyrst tekið hann og slæjan og þvæjan og síðan er hann saltaður í nokkra klukktíma, svo er hann þveginn og salti og gafinn vel og hengtur upp ára ár. En akkur bara nokkra klukkutíma, er það nóg? Já, ég er að spyrja þetta er aðferðin, þetta fer náttúrulega rosalega mikið eftir hvað fiskurinn er stór og hvað hann er þykkur. Þykkari er það lengur? Já, og hérna, svona stæðstu laxa geta farið alveg upp undir sólarhring og minnstu, sérstaklega sko ef það er bleikja sem veit út í sjó. Þá er hún bara hreinlega sölt í sér af því að hún lifir í söltu vatni þannig að þú mátt bara kannski ekki salta hann í 1 klukktíma. Ég klikkaði á því til að byrja með þá fékk ég bara fallega bleikju og saltaði hann eins og hérna í Mjöðvatni og þá var hún bara allt og sölt sko. En þú ert búinn að gera þetta í 30 ári, þú lítur að vita svona svolítið út á hvað þetta gengur. Já, ég er með bunkað reynslu í hausnum sko en ef maður þykist vita allt þá hættir maður að læra og þá fer að versna í því sko. En ég segist enn vera að læra að reykja eftir 30 ár. Og þykir það alltaf gaman? Já, annars væri ég ekki í þessu sko. Það segir það bara segir sér sjálft sko. Þetta er, en er það þá að reykja allt árið? Já, ég reyki allt árið, ég held frambóðið allt árið en svona rólegasti tíminn er nú svona frá áramótum og fram í mars-apríl. Svo verður æmilega allt vitlaust í júlí og ágúst. Já. En segðu mér, við vorum konum það sem þú varst að salta hann og hvað gerir þú svo? Svo, þvægi hann upp og fer með hann út í reykhús og hann er kaldreyktur, taðreyktur í 3 sólarhringa. Segðu mér líka sko að því hérna núna eru hérna, skal ég segja þeir áhorfendur í henni, þetta eru Íslendingar, þeir vita ekki alveg svona hvað taðreyking er, menna þó ég og þú vitum þetta því við þekkjum svona svolítið matreiðslu. Hvað er svona frábrugðið? Þetta er bara, skítur hún úr hérna kindónum, er það ekki? Ekki beljónum? Nei, þetta er skítur úr, þetta er kindatað
og það verið að ganga á þessu, það svona sett saman þetta aðeins af heyi, gömlu heyi. Það ganga á þessu og pressa þetta saman, svo þetta stungið út og látið veðrast úti þangað til allt ammóníak úr þessu og komið. Og þá má ekki vera, fjárhúsin sem mega þá ekki vera með grindum, það verið að stappa á þessu eins og í gamla daga. Já. Og svo þetta stungið út bara með skóflu eins og í gamla daga. Já. Þetta akkurat þannig. Já. Og þess vegna þetta orðið svona sjaldgæft og deyjandi út að nú nánast öll fjárhús með grindur þannig að þeir ganga ekki á þessu og þá verður ekki til það. Ég nefnilega 56 ára, fæddur 60, ég var í þessu þegar ég var í sveit í Skáleyjum að stinga svona út úr fjárhúsum. Ég átti á hundleiðilegt, en þetta var maður að gera þegar það var rigning og svona, og vont veður og vond fíla maður. Þetta var ekki skemmtilegt, en síðan var þetta sett hnausum út, látið veðrast, hvað lengi? Einhverja mánuði. Það albest að gera þetta þannig að fara í snjór yfir þetta til þess að ná veðrun á þetta. Og svo þetta þurrkað á hæfilega mikið því að galdurinn eða taðreiki að þetta kaldreiking, það má ekki verða heitt í húsinu. Það bara svona eins 25 gráður á Celsius, svona eins og stofuhiti. Ef það fer upp yfir það þá eins og soðnar fiskurinn og verður bróndur. Og þannig að í rauninni má ekki kvikna í taðinu, það bara alltaf glóð í því. En ertu þá að kveiki í þessu í 3 daga eða? Sko ég bara kveiki í þessu þegar ég byrja á vorin og síðan á svo eldspýta að duga fram á jólum. Já, það svoleiðis. Þú bara bætir kollum á þetta svona eftir hendinni? 2 á sólhring. 2 á sólhring? Já, fer inn á morgnana og kvöldin. En ef þú ferð suður í 2 daga, 3 daga? Hvað skeður þá? Þá versnar í því. Þá verður maður að hafa staðgengil til þess að... Jó, auðvitað ef maður lendir í því að þurfa að taka sér frí þannig að maður komist ekki í þetta, þá verður maður að offra annar eldspýtu. Sagan eiga síðu góð. Já. Þannig að ég stóð við svolítið að ég skil hvað þetta fara. Þetta er mjög skemmtilegt og síðan fáum við að taka myndir af þessu og við sjáum í opinu til dæmis að það að koma út. Og það alltaf silungur inni þá bara þegar í gangi eða þú svona safnar þessu upp og... Sko, það alltaf silungur í gangi yfir sumartíma. Svo þegar ég komið fram í svona september, oktober, þá fer ég að skipta yfir í jólahangikjötið. Já, september, Já. Og þá ertu með skútustaða hangikjött. Já. Og hvað gerurðu mikið af því? Ég hef verið með svona 400-500 læri fyrir jólin. Já. Og af sauð þá líka? Já, sauð og læri og framparta. Er það algengara sauðurinn? Hann alltaf að verða algengari og algengari, sko. Þetta fer ekkert í búðir. Ég er bara með fasta áskrifundur eða fólk sem pantar hjá mér. Já. Og það alltaf að aukast að fólk biðji sauð. Já, og sauðurinn, hann þá bara tekinn og skorinn bara rár og étinn rár? Já, það það sem við kallum tvíreikt og það Þú býrð svoleiðis til? Já. Fólk bara biður hvað það vill, sko, hvort það vill tvíreikt eða venjulega reikt og hvort það vill frambart eða læri eða sauð og svo bara framleiðum við eftir því eins og það vill og þetta tvíreikta, það mjög mikil aukning í því að fólk biðja að fá það mánaðamóti nóvember, desember. Já. Og þá setur það bara lærið einhvers staðar á kaldan stað og svo þetta bara alla aðvenduna. Það verður möguleg þessu. Ég nefnilega þekki fullt af fólki og það bara hlakkar til að fá sér sneið af gömlum sauð. Já. Það æðislegt. Segðu mér líka sko en þú ekkert farið út í svona massaframleiðslu þá eða hvað? Nei, í þessu. Þetta fyrir vini og vandamenn eins og þú sagðir. Nei, ég fer ekkert út í neina stærri en þetta. Þetta náttúrulega meira en vinir og vandamenn. Þetta mikið fólk sem búið að kaupa kannski að mér í 20-30. En ræður ekki við meira? Þetta bara gaman að hafa þetta svona? Sko, kunstinn við að gera þetta vel að gera ekki meira en það sem maður hefur gaman að og getur haldið utanum og hugsað hvert og eitt stykki. Og það stefna hjá mér. Sko. Það lógíkin líka, akkurat að geta haldið þessu. Og hvað ertu að reykja lengi frammi segirðu í þessu?
Bara fram á jólum. Alveg fram með jólum? Já. Og byrjar svo aftur á silungum eftir áramót? Já. Þá byrjar að kveikja í eldspýtunni? Tekur þið frí jólin? Já, ég geri það jólin, já. Ég geri það. En segðu mér með silungin sem þú ert að framleiða, ertu að framleiða hann í búðir eða hvar selur hann eða hvernig fer markaðssetningin fram? Eða þetta bara í veitingastaðina hérna? Sko, þetta fer aðeins í búðir í Reykjavík, reyndar nú ekki orðna nema eitthvað 3-4 búðir í Reykjavík. Getur þú nefnt einhverjar? Það til dæmis... Melabúðin? Það eru Fjarðarkaup og Þínverslun og Seljabrautin og Kjöthöllin og Kjöthöllin. En svo bara sko fullt eða þó svolítið af smörbrauðstöðum og veitingastöðum þarna í 101 Reykjavík, eins og til dæmis Kaffi Loki að selja alveg gríðarlegt magn af þessu. Já, og hann auglýsir þig sem hérna, já, og þá hann að gera þetta orginal, sko. Já. Þeir einmitt auglýsa svona þjóðlega rétti og þetta einn af þeim og það alveg ótrúlegt magn sem þeir eru að selja. Já, gaman að því. Þetta gaman. Þannig að þetta fer bara sjálfum sér, þú þarft ekki að hafa mikið fyrir að selja þetta fer bara í bara kúnaninn sem þú ert búin að mynda í gegnum árin. Já. Við erum yfirleitt aldrei að auglýsa neitt. Nei. Og kemur fólk hingað og kaupir og tekur með sér eða svona, að ég sé að þú ert með eitthvað svona afgreiðslu eða það minnum það? Það er gríðarleg sumartrafík hérna, fólk kemur hérna á hverju einasta ári, sama fólki ár eftir ár og sumir oft og kaupa birgðir og svona? Já, og svo er fólk að hringja og láta senda sér, sko. Já, og jólapakkarna eitthvað? Já. Og hangikjötið og sauðin og allt? Já, það er til að líka sko að fyrirtæki taki 10-20 læri og gefa starfsmönnum og svoleiðis. Eins og ég til dæmis, ég er svo hrifinn af þessu tvírækta. Ég gæti panta hjá þér núna í hérna september til að fá 2 sauðalæri tvírækt hjá þér. Það er fræðilegt. Já. Og þú myndir þá senda mér það bara í póstkröfu eða eitthvað, eða hvernig myndir þetta vera fram? Já, þá myndi ég bara senda þér með flutningabíl sem kæli var að suður og svo bara keyrir þú niður í landflutninga og sækir kassaðinn. Já. Og fer það svoleiðis fram, businessin? Já. Herðu, við erum kannski að opna fyrir einhverja æð hérna því að við erum svo vinsæl á INN að þetta er fólk sem horfir á okkur eða eldhúsmeistarana alls staðar í kringum landið. Þetta er triksið. Þeir hringi bara í Reykhúsið, skútustöðum og þá bara er þetta sendt á hvert á land sem er. Ef þið viljið fá alvöru heimagert taðreiktan lax og hangikjöt og sauð. Er það ekki rétt hjá mér? Jú. Jú, og hérna það er... En eins og þú segir, bara þið verðið að vera að fljóta ákveða okkur því að hann bara framleiðir ákveðið magn sem að ræði við. Er það ekki rétt? Jú, ég fer ekkert að stækka þetta og ekkert að sperra mig við eitthvað sem ég ræði ekki við og ekki að reyna að framleiða meira. Og fá þér eitthvað útlendinga í vinnu og fá þér 2 skúra og eitthvað svona. Það kemur ekki til. Nei. Það er ekki þannig. Já. Heyrðu, en það er búið að vera rosalega gaman að tala við þig og fá að þetta. Ég er búinn að læra hellinga á þessu viðtali og þetta er líka svo skemmtilegt fyrir mig að þetta er fróðlegur, ég er matreiðslumeistari og það voru margir hlutir hérna sem eru búin að hreinsast út hjá mér. Ég vissi nú svona hvernig taðreiking væri, sko, og það allt saman, en ekki svona á laxi og silung, eða mestmegnis silung. Já. Þannig að það er bara rosalega gaman. Þakka þér fyrir að fá að taka á móti okkur. Já, takk sömuleiðis bara fyrir spjallið. Já, takk.